Komið sælir og blessaðir kæru krabbar. Það var komið að því að skoða stöðuna ykkar. Þetta sinn ætlum við að fá aðstoð elementana. Það er að segja vatn, eldur, loft og jörð. Og við ætlum bara að hafa þetta svolítið einfalt. Elementin eru allt í kringum okkur í náttúrunni, það eru líka í okkur sjálfum. Vatnið hjá okkur, hjá ykkur kæru krabbar, sem táknar tilfinningar, líðan, innsæið og það að finna, það er hér í þessu spili. Þetta spil segir mér að þeir séu vel tengdir við innsæið ykkar, kæru krabbar. Þið eru ákaflega mikið tilfinningamerki og allt sem er undir yfirborðinu heillar ykkur. Tunglið tengist ykkur sterklega og þessi prestinja sem hér birtist, hún er líka kölluð mánagyðjan, tunglgyðjan, táknar tengingu ykkar við alheiminn, almættið, og ber vott jafnvægi í tilfinningalífinu ykkar. Tilfinningarnar ykkar eru afskaplega djúpar en þær virðast vera í jafnvægi allavega í augnablikinu, sjáið þið til. Því að tunglið sem tengist ykkur vex og minnkar í ákveðnu ferli. Og þannig er svolítið með ykkur krabbar. Þið eru eins og flóð og fjara og togist svolítið svona til og frá með tilfinningalífið. Þannig að jafnvægi er kannski fyrir suma ykkar fátítt. Njótið þess á meðan það varir. En innsæið ykkar og skynjunin ykkar ætti að vera í hámarki þessa dagana og einhverjir ykkar gætu verið að upplifa ýmsa dulræna hluti sem að ekki hafa verið upp á borðinu áður. Eldurinn ykkar, það eru athafnir og svona innri neistinn, drifkrafturinn í lífi ykkar og framkvæmdir sem þið standið í. Þar fáið þið fallegt eldspil sem er mjög gott að fá eld í eldsætinu. Þetta er prinsinn sem tekur lífinu opnum örmum. Er tilbúinn í allt, tekur öllu fagnandi og er mikill framkvæmda maður. Þetta er karllæg orka, þó þurfi ekki að tákna karlmann. Og þetta segir mér bara að það er mikill kraftur í ykkur núna. Ef þið hafið verið að fresta hlutum, þá er svolítið tími núna til að drífa þá áfram og koma þeim á koppinn allavega. Þið sjáið hann heldur lauslega taumana, leyfir ljóninu svolítið að ráða ferðinni en ljónið stefnir bara beint áfram, sem betur fer kannski. Þið hafið það í huga að of mikill losarabragur á svona sterkri eldorku, hann getur kannski valdið bruna. Allt er best í hófi og allt það. En allavega jákvæð og falleg orka sem kemur hérna upp. Flott, loftið er þá næst. Það eru hugsanirnar ykkar, hugmyndir. Öll miðlun, allt sem þið látið frá ykkur, í samskiptum, munnlega eða skriflega. Þar fáið þið steingetina
djöfulinn. Djöfullinn stendur fyrir allt sem jarðneskt er. Hann stendur fyrir efnið. Hann stendur líka fyrir óhóf og sterka tengingu, sterka bindingu, skulum við segja. Það að þið séu með þetta í hugsana sætinu ykkar segir mér að þið eru annaðhvort með hugan fastan í jarðneskum hlutum, svo sem peningum, svo sem kynlífi, mat, óhófi gæti verið einhverjir ykkar og þá er þetta ábending til ykkar að skoða þann þátt og vinna í honum. Því að svona sterk binding sem veldur óhófi, hún er ekkert annað en hlekkir og fer langt út fyrir það svið sem hún á að gera, það er að segja að binda okkur sterkum böndum við jörðina sem er mjög eðlilegt að vissu marki. Því að öll þurfum við góða jarðtengingu og bindingu. Annars erum við bara með höfuð í skýjunum allan daginn. Þannig að þetta er spurning meðalhóf, þetta er spurning jafnvægi og að láta hugsanirnar ekki fara yfir í óhóf. Þá erum við komin út í fíknisjúkdóma og ýmislegt sem er afskaplega erfitt að eiga við. Þessa orku er best að tækla með viðurkenningu, með því að horfast í augu við hana, með ákveðin húmor að vopni kannski og að minna sjálfa sig á það að við erum ekki bara efni, heldur ýmislegt annað. Og nú þegar ég segi það, þá minnir hún mig á hér að hún stendur fyrir andan. Efnið og andinn kallast hérna á. Ok. Að því þetta eru hugsanirnar ykkar eða samskipti við aðra, þá sé ég þetta líka í því ljósi að þið tjáið ykkur á mjög ýktan hátt kannski, allavega mjög jarðbundinn hátt og væri kannski ráð að reyna að losa aðeins hérna, hleypa léttleikanum meira að í tjáningunni og hleypa húmornum að. Crowley var mikið í mun að koma húmor inn í þetta spil. Þið sjáu glottið á geitinni hérna. Já, Crowley sagði líka ýmislegt annað. Ég ætla að láta þetta nægja í bili með þetta. Jörðin ykkar er hér. Hér er efnið ykkar. Fjármálin, atvinna, allt sem er þetta grjótharða sem við erum að díla við, verslun og öll sköpun. Þetta spil sem heitir Defeat táknar einhvers konar uppgjöf eða ósigur á efnislega sviðinu. Jákvæða hliðin á þessu spili felst í, við getum sagt æðruleysi. Það að sætta sig við hluti, að breyta hlutum sem að hægt er að breyta og að vera með höfuðið það fast skrúað á að þú áttar þig á því hverju getur þú breytt og hverju getur þú ekki breytt. Þetta er ákveðin uppgjöf, ákveðin ósigur á jákvæðan hátt að þú gefur sjálfum þér leyfi til að gefast upp, ef að svo má segja.
Þannig að ég held að þessi spil hérna kallist svolítið á með ykkur, kæru krabbar. Og það einhvers konar erfiðleikar í gangi hjá ykkur varðandi efnislega hluti, varðandi fíkn í einhverjum tilvikum. Og ef til vill einhvers konar óheilbrigt samband ykkar við efnisheiminn, langar mig að segja. Þetta óheilbriga samband getur líka komið fram í stöðugum skorti á peningum eða skorti á efnislegum gæðum, getur við sagt. Það eitthvað ójafnvægi þarna sem að þið þurfið að skoða. Einhverjir ykkar getur verið í atvinnu eða vinna við eitthvað sem að að sliga ykkur og bara komin tími til að sleppa og gefast upp og skoða aðra möguleika. Ok, ég ætla að taka hérna nokkur spil í viðbót á þetta. Vatnið, tilfinningarnar, það sem að æðsta prestinjan ræður ríkjum. Já, sérstakt, við fáum sama spil og sá sem var undan ykkur, fiskarnir held ég. Ekki alveg á sama hátt þó. Þetta löngunin eftir því að hlutirnir fara að bera ávöxt. Og þarna erum við að tala tilfinningalífið. Ef til vill eru þið búin að bíða lengi eftir ákveðnum breytingum í tilfinningalífinu eða ákveðinni líðan eða einhverjum status sem að þið teljið ykkur þurfa að ná til að líða vel. Þá verð ég eiginlega bara að segja að það á leiðinni og það byrjað að gefa ávöxt en ekki alveg full sprottið. Þið eru búin að vinna afskaplega vel samt að þessum málum fram að þessu. En betur má duga skal. Biðjið aðstoð. Biðjið aðstoð æðri máttavalda alheimsins, Guðs, hvað sem þið kallið það. Og hún mun verða veitt því að prestinjan lofar góðri tengingu við almættið. Andleg opnun, andleg tenging. Ok. Eldurinn ykkar, þar sem þið eru svolítið kröftugir þessa stundina, kæru krabbar. Já, þar jafnvægi í lífi ykkar, í framkvæmdum. Þarna jafnt flæði, þið eru að gefa á sama hátt og þið eru að þiggja. Þetta vill þið í einhvers konar góðri samvinnu við aðra, varðandi framkvæmdir eða þennan drifkraft eða þetta sem að svona rekur ykkur áfram. Þessi kraftur ykkar, hann kemur líka á ákveðnu efnislegu jafnvægi. Það getur verið svona daglegt jafnvægi varðandi peningamál til dæmis. Því að hérna þetta spil mynt sem efnið og reyndar eru þið með mynt hérna líka. Þetta spil táknar líka aðstoð og ég var að tala að biðja aðstoð. Þetta getur verið fjárhagslega aðstoð, þetta getur verið aðstoð við efnislega hluti, einhverja framkvæmdir sem þið þurfið að fara í og fáið til þess hjálp. Nú þið getið líka verið að hjálpa öðrum á sama skapi og
gefa eða lána eða selja aðstoð ykkar eitthvað annað. Allavega þetta er jákvæð staða. Hugsanirnar ykkar, hérna, djöfullinn, tökum eitt spil á hann og kannski 2. Því að hann er nú svona sterkur og sjokkerandi stundum. Já, tjáningin ykkar, ok. Ég talaði sterka tengingu áðan og fíknir. Hérna fæ ég skilaboð bælingu. Það er að segja, það eru tilfinningar sem að þið þyrftuð að tjá en gerið ekki. Heldur geymið oní í poka einhvers staðar eða kistu eða upp á hillu eða hvar sem er. Þið eru að vanda ykkur afskaplega vel við að tjá þær ekki, skal ég segja ykkur. Þetta er svolítið skrítið munstur sem að kemur hérna fram. Þörfin til að tjá sig. Og þetta gæti verið tilfinningar sem varða ást og rómantík. Þetta gæti verið það að segja einhverjum hvaða hug þið berið til hans. Þetta gæti verið bara hreinlega ljúfar tilfinningar þar sem að þið þurfið að tjá blíðu eða einhvers konar það sem fyrir ykkur kannski eru kvenlegar tilfinningar. Það er að segja að egóið ykkar er svolítið að stíga hérna inn og finnst eitthvað ekki nógu macho. Það verði þið að gera upp við ykkur sjálfir, kæru krabbar, hvort þið þorið að sýna mjúku hliðina eða ekki. Allavega er þörf á því hérna, samkvæmt spilunum, til þess að létta líka á þessari ofursterku tengingu hérna, bindingu við óhóf. Þið getur verið að bæla þessar tilfinningar með einhvers konar óhófi, eins og drykkju eða mat eða einhverju annari fíkn. Ég veit þetta er ekkert rosalega kannski skemmtilegt eða jákvætt að hlusta á þetta sem ég er að segja, en mér ber að segja það sem að kemur til mín. Og það að tjá tilfinningar sínar, það getur verið afskaplega erfitt kannski, en það er fyllilega þess virði. Og þegar upp er staðið, ég munið þið græða helling á því. Þið þurfum ekki að gera það á neinu offorsi. Það má bara fara hægt og hljótt í hlutina. Það er yfirleitt bara alltaf best að gera það þannig. Já, ég er búin að fókusera svolítið á ykkur hérna varðandi þetta, en bara svo að það sé alveg á hreinu. Þetta gæti líka verið önnur manneskja, önnur en þið sjálfir, sem að, ef til vill á eftir að koma inn í líf ykkar og tjá ykkur tilfinningar. En að sama skapi þá þurfið þið að vera tilbúnir að taka við því og losa ykkur úr viðjum djöfusins, ef við getum sagt sem svo. Úr viðjum jarðneskra fjötra. Ok. Get ekki sagt eitthvað neitt meira þetta í bili. Það er meira þarna, en hérna, það verður að bíða betri tíma. Svo er það efnið hérna, þar sem að ósigurinn á sér stað. Já, ok. Enn og aftur tengist þetta. Hér er verið að tala um bælingu. Það er verið að tala um að
leyfa eldinum ekki að koma upp, að brjótast upp, heldur verið að svolítið að þjappa meira niður. Þessi ósigur helst í hendur við það að orkan fær ekki útrás og það getur verið að þetta getur tengst atvinnu, að þið séuð ekki í vinnunni sem að þið myndu vilja vera í, að þið fáið ekki út úr vinnunni þar sem að þið hefðu viljað, þið eru kannski að taka á ykkur allt of mörg verkefni og eitthvað að sliga ykkur varðandi atvinnuna ykkar eða fjármálin ykkar. Þetta er svolítið viðkvæmi punktur hérna hjá ykkur sem þið þurfið að huga að. Atvinna, fjármál og efni. Bæling og ósigur, það er staðan núna. Þá ætlum við að taka spil sem sýna ráðleggingar í stöðunni. Hér er verið að vísa til fortíðar. Er einhver tími í fortíð ykkar, kæru krabbar, þar sem að var og ríkti mikill stöðugleiki á öllum sviðum. Þetta er bara ábending til ykkar að kíkja á það og ef þið vilja reyna að læra af þeirri stöðu og hvernig þið getið tekið þá orku inn í daginn í dag. Það er ákveðin nostalgía í þessu líka þegar við erum að horfa til fortíðar. En eitthvað varðandi stöðugleika sem hann tengist líka inn á jarðneskumálin, tengist fortíðin ykkar, eitthvað sem var betra þá. Þetta eru ráðleggingar í stöðunni. Það er að segja að hengja sig ekki í nostalgíuna en reyna að taka lærdóm frá fortíðinni og færa niður í nútíman. Það er jú það sem að fortíðin í nútímanum er eina hlutverk hennar. Það er að kenna okkur. Það var svolítið stutt og laggott og líkleg útkoma ef að þið eru að velta fyrir ykkur slíku. Þið búið yfir óbeilandi styrk, innri styrk og þetta ferli sem við erum búin að tala mikið hérna á ekki eftir að keyra ykkur koll þó það verði erfitt. Þið munu rísa upp og taka slaginn á ný. Það er hugrekki í ykkur, kæru krabbar, og þið gefist ekki svo auðveldlega upp. Þannig að ný staða mun fyrir að síðar blasa við. Og að því að mér sýnist þá eigið eftir að læra mikið af fortíðinni og það er sá lærdómur sem skilar ykkur mestu. Sem skilar ykkur mestum gróða, ef ég get sagt svo. Þeir eru með mjög mikið af myndspilum hérna sem í jörð. Þannig að efnislegi veruleikin er svolítið uppi við akkurat núna og verður á næstunni. Þá ætlum ég að þakka ykkur kærlega fyrir, kæru krabbar. Takk fyrir að horfa og hlusta. Ef þið viljið persónulegan lestur, þá getið þið haft samband á Facebook, miðlun og heilun, sent mér skilaboð á Messenger. Annars vona ég að þetta gangi allt afskaplega vel hjá okkur. Ljós og kærleikur.